Þetta Spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósefsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexanders Seferin birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum einróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til einkaaðila, segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, tekur nú við. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og sparkspekingur. Velkomin í Spegillinn. Já, takk fyrir hérlega. Já, þessi áform FIFA, hvað felst nákvæmlega í þeim? Það felst í þeim að stofna félag, dótturfélag FIFA og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins, eða sambandsins. Það er að segja heimsmeistaramót karla og kvenna, allt sem tengist sjónvarpsútsendingu, markaðssetningu, sölu á ímyndarétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir að borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markaðssetningu og svo framvegis og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar. Hvað er í þessu fyrir FIFA? Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkur hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raun ber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði til þess að selja aðildar þjónu það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 milljarðar íslenskra króna sem verði svo bara beint millifærðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innspýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hitt er það að þetta form og þetta samstarf og þessir nýju eigendur að hluta til verði til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið. Bandaríkjamenn séu þá svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft. Já, og svo allrar sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar kemur að íþróttum eða hvort sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félag þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótunum til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu. Hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert á síðasta heimsmeistaramóti sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr. Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninnar í nokkuð tíman að vera afhentur einkafjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, til dæmis bara meðan á HM stóð. Það býr eitthvað meira að baki þarna, er það ekki? Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferin, forseti UEFA, mætti ekki einu svona úrslitaleikin á HM. Það hefur verið vont á milli lengi. Og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýrri deild sem hét ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana. Og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburðum. Þar ákvað UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja, við vitum að við höfum ekki nema 4 atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust
mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala allir séu sammála, að Tékkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart. Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun? Það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verður við að muna það að þetta er gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessari geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við í formanni KSÍ í fyrramáli í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skrefi þessu en ég held að það sé nú ekki mjög heillavanlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gennum fjölmiðla. Einmitt, svona af umræðinni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá ályktun að Gianni Infantino sé nú bara skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mannum. Það eru vatnspásutnar, það er fjölgun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann gerir það aftur núna næst. Já, hvað býr að það baki? Hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki? Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildafélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrúi íslensku félagana eða fulltrúi félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hver það er, hvað er verið að biðja um? Það er verið að biðja um peninga. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðildafélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið er að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim en hærri fjárhæðir eru millifarar beint á þessi 200 og eitthvað aðildasambönd. Og mjög margir kjósa einfallega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepp Blatter forvera hans, að láta tekjurnar vaksa geysilega. Hagnaður alþjóðaknattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna. Hagnaðurinn, einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vasspásur og slíkt. Og þetta er sett á vogarskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist. Og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og svegjað og skrifað greinar og ekki skilið nokkuð í þeim sem kjósa Infantino. En samt er hann nú kosinn. Og það er vegna þess að honum hefur gengið með merkilega vel að láta tekjuhlina vaksa. Og það er þá svona rétt að lokum, óánægja evrópska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku. Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langveðandi, þessa ósættis á milli þessara sambanda er það að það er ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem Evrópska knattspyrnusambandið yfir hingað til talið að þeir eigi og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo framvegis. Við sjáum ekkert fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóg að því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaksa, vill ennþá fjölga leikjum og í miðju öllu þessu fári að talar Infantino að á næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar. Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna? Ég myndi halda að það sé, ef við gefum okkur það að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignarhlut á eðlu verði. Einmitt, Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin. Takk. Og fleira er ekki í speglinum. Umsjónamaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.